Sigrún Marta, takk fyrir að koma í sunnudagsviðtali. Ég er búin að tala við mikið af fólki í kringu þig og ég hef heyrt að þú hafa verið mjög skapstór krakki og það kannski er svona hluta þínu mikla keppnisskapi. Hvernig var að alast upp á Húsavík og vera í íþróttum hérna? Mér finnst það bara geggjað sko og geggjað að geta spilað með bestu vinkonum sínum, vera með þeim í 8 tíma í skólanum og fara svo á æfingar, að fara fyrst á fótboltaæfingu og svo hlaupa í höllina til þess að fara á blakæfingu. Þannig að mér fannst þetta geggjað og já, bara ég var alltaf með góða þjálfara og settur mjög mikil metnaður í allt, þannig að... Og varstu í mörgum íþróttum sem barn? Já, ég var alltaf í fótbolta og svo byrjaði ég blaki örugglega í 4. bekk, hætti reyndar í ár og byrjaði svo aftur. En svo fór ég oft með pappa í hesthúsið og ég keypti eitthvað aðeins á hestum en það var aldrei neitt alvarlegt sko og eitthvað aðeins í 5 leikum en mér fannst það aldrei neitt skemmtilegt heldur. Ég veit að þú varst að spila með strákurum í fótboltanu, var það í 3. flokki? Já. Hvernig var það til? Við vorum eitthvað fáar í 3. flokki kvenna, þannig að við vorum spurðar hvort við vildum vera með strákunum eða vera með einherja í 1 sumar og við vildum það alls ekki. Þannig að við völdum að vera með strákunum og ég var mjög heppin og fekk að spila mikið, það var svolítið misjant hvað við fengum að spila og ég fekk að vera með í öllum leikjum og byrjaði langflesta leiki sem var geggjað og mjög gaman og eins og þá var ég bara með bestu vinum mínum og gaman svolítið að fá tuskast í strákum, að skilur. Og engin rígur á milli ykkar strákana stefnuna í þessu? Nei, ekki svo ég muni, sko. Nei. En hvenær verður blakið svona þínu aðalsporti? Ég held að ég hafi verið svona 17 ára eða 16. En mér fannst mjög erfitt að velja og ég það breyttist bara með vikum, sko. Eða með hverju viku og fór svolítið bara kannski hvaða vika var betri í hverju íþrótt og hvort þjálfarinn fór meira í taugunar á mér. Já, akkurat. En það er búin að vera rosalega uppgangur í blaki hér á Húsavík senast ár. Hverju þakkar það? Ég myndi klárlega þakka bara eins og þeim sem að fóldurum okkar sem að byrja þetta sko, eins og mömmu og Lúlla, Bjarna Pál og Erlu og Katrínu. Þau bara tók sér saman og byrjaði með krakkablag og okkur fannst þetta geggjað og svo fengum við réðið þau í Slatjunum sem að kom frá Serbíu og það var rosalegt, svolítið mikið breyting, hún var svolítið hörð en við höfum bara held ég mjög gott að því og svo fengum við alltaf fleiri og byrjuðum með meistaraflokk og það var bara, já, klárlega svona fyrsti kjarnin voru foreldrar okkar sem bara byrjuðu þetta. Og þetta er bara að vaksa áfram heldurðu? Ég vona það. Ég veit ekki hvort að muni einhver kannski pása koma núna. Er ungi leikmenn að koma upp til dæmis núna? Ég held að það sé einhver að koma upp hjá stelpunum. Ég held að það sé frekar fáir hjá strákunum en þá held ég bara að byrja bara hjá krökkunum og byrja að byggja þetta aftur upp sko. Já. En skiptir ekki líka máli fyrir þau þessi yngri að hafa þessi sterku fyrirmyndir sem þið eruð? Jú, klálega, ég held að okkur hafa alveg vantað það smá, við vorum bara svona í 8. bekk þá var okkur bara hent inn í meistaraflokk og við vissum ekkert hvað vorum að gera, þannig að hefði verið gott að hafa einhverjar svona smá fyrirmyndir en jú, það held ég mjög gott að hafa einhverja eldri sem þú getur fylgst með. Hvað svona eftirminnilegast eftir tíman hjá Völsungi? Ég myndi klárlega bara segja að hafa verið að spila með bestu vinkonum mínum sko, eins og Heiðdísi og Kristey og Sigurnönnu og Agnesi og við vorum svona lengst í þessu og ég held að þetta verður aldrei eins og spila með þeim og það var alltaf gaman hjá okkur þannig að... En svo býðst þér að fara yfir í HK núna í fyrra höst. Já. Og það hlýtur að vera þá alltaf viðbrið að koma hér á Húsavík eða mæta þeim á ykkar heimavelli þessum gamlu vinkonum í Valsungsliðinu. Já, það var mjög skrítið. Tókuðu marga rimmur? Það unnu okkur nú einu sinni sem að það var ekki gaman að koma til Húsavíkur og tapa en það var mjög skrítið að hafa bara bestu vinkonum sínar innum einu á vellinum og já, ég veit ekki. Hvernig veitur þú búin að vera hjá HK?
þetta er búið að vera mjög gaman og erum búin að taka deildarmeistarana og svo bikarmeistara og erum 2-0 lifi núna í Íslandsmeistarabaráttunni og getum klárað þetta á miðvikudaginn og það er klárlega markmið. Já. Og það er engan bíl búið að finna á þær enda keppniskap mikið. Já. En svo hefur verið með landsliðinu líka. Já. Og þið fóruð og gerðuð náttúrulega gríðarlega gott mót þarna í Silver League. Já. Hvernig var það? Er þetta ekki fyrst skipt sem að Ísland bara vann leik þar? Nei, við höfum alveg unnið einhverja en það er þá kannski svona minni löndin og við unnum Georgíu sem var geggja því að þær voru svona ofar á heimslistanum eða þannig og Luxemborg og Færeyjar og þetta var geggjað, við unnum 3 leiki af 6 sem er held ég bara með betri árangrum hjá íslenska landsliðinu í blaki. Já. Þannig að það var geggjað og geggjaður hópur. Já. En það eru stórtíðindi hjá þér núna í þessari viku. Já. Getur sagt okkur aðeins frá því hvað er að taka við núna? Já, ég var að skrifa undir hjá liði eða háskóla í Bandaríkjunum sem að er í Sunbelt Conference og þetta er D1 sem er mjög spennandi og mun fara þangað í lok júlí. Þannig þú ert að flytja út. Já. Og hvað, til einhverja ára væntanlega? Já, ég stefna á að vera í 4 ár, langar að klára námið. Þannig að, já, það voru múlið bara kekka. Hvernig er sportið öðruvís út í Bandaríkjunum heldur en hérna heima? Ég held að það sé til dæmis bara miklu svona flottari umgjörð í kringum þetta. Þær eru með sjúkraþjálfara og þær eru með bara þjálfara, aðstoðarþjálfara, bara mjög stórt teim alltaf í kringum allt og sé mjög vel mann og bara eins og íþróttahallinar og bara, já, það er alltaf mjög flott umgjörðin í kringum þetta í Bandaríkjunum sem að mér fannst mjög spennandi. Þannig að, og Black er frekar stórt í Bandaríkjunum, þannig að það var líka gaman. Veistu hvað það eru aðrir Íslendingar þarna, hafa verið áður þarna þar sem þú ert? Ég held að það hafi einhverjir Íslendingar verið í þessum skóla, en ég veit ekki til þess að sé einhver núna. En já, svo veit ég held að það hafi verið einn húsíkingur í einhverjum svona systurskóla. En já, ég er ekki alveg viss. Hvað tekur með þér hérna frá Íslandi til Bandaríkjanna þegar þú byrjar þinn feril þar úti? Ég veit ekki. Klárlega keppniskapið? Já, klárlega keppniskapið og bara einmitt vön að vera kannski svolítið svona frá litla bæjarfélaginu og litla Íslandi, þannig að ég ætla bara að gera mig stóra og reyna að taka pláss. Og þú varst náttúrulega verðlaunuð sem íþróttakona Völsungs bara núna á dögunum. Já. Þannig að þú ferð dreklaðin af klappi og peppi út. Skiptir það ekki máli? Jú, það er alltaf mjög gott að þegar það tekið eftir manni og maður fær einhver svona eitthvað smá tilbaka. En jú, ég er bara mjög þakklátt fyrir þessi verðlaun og já, einmitt það sé tekið eftir manni, já. Sigrún Marta, takk fyrir að koma og gangið vel í vetur. Takk fyrir.